Þá ætlum við að ganga frá bókunum. Og ég ætla að biðja Björn Blöndal að koma hér upp og gera grein fyrir bókunum meirihlutans. Eða vorum við, á ég að slempi velja einhvern? Ég er að komið. Sveinbjörg, ætlar þú að gera grein? Ok. Styttir fundir. Já. Nú hefst lesturinn. Forseti ágætu borgarfulltrúar. Ég vannst nú ekki ráðrúm til að setja mér vannst ekki ráðrúm til að setja bókarinnar upp á glærur en ég mun bara reyna að gera það næst. Ég ætla að biðja þögn í salinn á meðan það gengið frá bókunum. Ég ætla að lesa hérna nokkra bókanir meirihlutans varðandi nokkrar tillögur. Óskar reyndar eftir því að fá senda hér bókunina heildarbókunina. Ég byrja á bók... Ég get bara gott því ég get líka með. Já, og senda það líka á ritarafundarins, takk. En ég ætla að byrja á bókunum útsvar sem við liðin D1. Útsvarið grunnur að þjónustu borgarinnar. Stórfelld lækkun útsvars myndi einungis leiða til þjónustuskerðingar. Málamyndalækkun útsvars eins og sums staðar raunin, gagnast sáralítið einstaklingum og einungis sýndargjörningur. Það voru tekjustofnar sveitarfélaga takmarkaðir eins og ítrekað hefur verið bent á. Og já, þetta var nú helviti góð bókun. Bókun við lið D3, það varðandi lóðamál. Í undirbúningi að úthluta lóðum bæði í Elliðavogi og eins í Skerjafirði. Allt þetta á landi Reykjavíkurborgar og því verður að ræða einhvers konar úthlutun þegar þar að kemur. Þá verið að endurskoða skipulagi Úlfarsárdal með fjölgun íbúða í huga. Auk þess fær borgin tekjur í gegnum byggingarétt og gatnagerðargjöld auk fasteignagjalda fyrir uppbyggingu sem nú á sér stað í Reykjavík. Og þá það bókun við liðin sem kallaður var D8 og kallast enn. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga neyðaraðstoð sem miðað við að veitt sé til skamms tíma. Það síðasta öryggisnet fyrir fólk sem getur ekki séð sér á sínum farborðum. Virkni úrræðum fyrir notendur fjárhagsaðstoðar hefur verið beitt með miklum árangri og hefur notendum í janúar til mars 2016 fækkað 23,6% með við sama tímabil árið 2015. Reykjavíkur módelið byggist á samræmdu verklagi við móttöku og meðferð umsókna fjárhagsaðstoð þar sem áhersla á snemmtæk inngrip og að notendur finni styrkleika sína, meti starfsgetu og setji sér valdeflandi markmið. Við þetta má bæta að það mat sérfræðinga á velferðarsviði að nýtt grunnviðmið fjárhagsaðstoðar með heimild til virknistyrks komi þeim sem síst skildi verst. Frekar mætti beita heimildagreiðslum til að styðja fólki í virkni sinni. Og þá það bókun við liðin sem við köllum D10. Ávísanakerfi hefur víðast hvar ekki gefið góða raun. Þó þarf að skoða leiðir til að fjölga kostum þeirra sem njóta liðveislu og skoðun á því þegar hafið. Bókun við liðin sem við köllum D12. Nú þegar gert ráð fyrir 16 milljónum króna í breytingatillögu meirihlutans sama efni. Bókun við liðin sem við köllum D15. Borgarstjórn samþykkir að leggja aukna áherslu á starfsþróun í skóla- og frístundastarfi borgarinnar og felur skóla- og frístundasviði að útfæra tillögur í samráði við félög kennara, stjórnenda, foreldra og annað starfsfólk. Svo hér bókun við liðin sem heitir D18. Þegar hafa verið stigin mikilvæg skref við að taka inn yngri börn á leikskóla borgarinnar en áður. Kostnaður við aukna niðurgreiðslu til dagforeldra til jafns við leikskóla 300 milljónir króna. Þeim fjármunum væri betur varið í að taka yngri börnin á leikskóla og brúa þar með bilið milli fæðingarorlofs og leikskólans. Vafasamt að slá því föstu
að þjónusta dagforeldra sé algjörlega sambærileg við þá sem veitt á leikskólum borgarinnar og því óeðlilegt að upphæð niðurgreiðslunnar sé ein og hinn sama. Og svo hér bókun við liðin D22. Fasteignagjöld á íbúðarhúsnæði verða hér eftir sem hingað til þau allra lægst á landinu. Og síðan ætla ég að lesa hér eina bókun til viðbótar sem að frumvarpið í heild, bókast þá við sem sagt, bókast þá undir þeirri afgreiðslu og þessi bókun hljóðar svo. Frumvarpað fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar sýnir jákvæðan viðsnúning í rekstri. Afkoma borgarinnar jákvæð 1,8 milljarða. Undanfarin ár hefur rekstur sveitarfélaga verið í járnum og var Reykjavík þar ekki undan skilin. Með sameiginlegu átaki, aðhaldi og hagræðingu, samhliða auknum tekjum hefur nú tekist að leggja fram fjárhagsáætlun með afgangi án þess að hækka skatta. Það svigrúm sem hefur orðið til vegna rekstrarbatans hefur verið nýtt til að hefja sókn í skólastarfi og skólaþróun fyrir 1,5 milljarð. Hækka frístundastyrk upp í 50.000 krónur, fjölga búsetuúrræðum og bæta velferðarþjónustu í takt við auknar þjónustu kröfur. Þá mun húsnæðisáætlun borgarinnar ganga eftir, enda verða settir 19 milljarðar til húsnæðismála í Reykjavík á næstu 5 árum. Þessi jákvæða þróun í rekstrinum fagnaðarefni og það mikilvægt að halda áfram á sömu braut svo að við getum enn frekar aukið fjárframlög til menntamála í borginni, bætt hag barnafjölskyldna og sýnt þannig áherslur meirihlutans í verki. Og þá held ég að ég hafi ekki fleiri bókanir að lesa. Ekki í bili alveg, takk fyrir. Þessa síðustu hefur þú reyndar fengið senda frá Pétri Kró Ólafsinni. Núna nýlega bara. Hinum danska, klukkan 23:53. Takk fyrir. Klukkan 23:53. Þá hefur Sigurður Björn Blöndal lokið við að lesa upp með all sérstökum stíl bókanir meirihlutans. Við þökkum honum fyrir það. Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi ætlar að gera grein fyrir bókunum Sjálfstæðisflokksins. Og hér hefur áður komið fram bókum Framsóknar og Flugvallarvinna, þannig ekki gerist þarf að gera grein fyrir henni. Stytti fundartíman óskaplega. Forseti, okkar bókun sem aðeins ein og við nennum ekki að eyða tíma og orku í að svara þessari vitleysu sem framkom hér í bókunum meirihlutans. Bókun okkar hljóðar svo. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram 23 breytingatillögur og frumvarpið að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2017. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja meðal annars skoða að lækka útsvar á móti stórauknum tekjum Reykjavíkurborgar, skoða hagkvæmni þess að bjóða út sorphirðu og lækka álagningar hlutfall fasteignaskatts í því skyni að koma í veg fyrir að mikil hækkun á húsnæðisverði hafi í för með sér sambærilega hækkun fasteignaskatts. Þá vilja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins innleiða breytingar í velferðarþjónustunni til að takast á við fjölgun aldraðra og þjónustuþarfir þeirra og fatlaðs fólks. Innleiða verður breytingar með mun skarpari hætti en gert hefur verið. Ljóst að ekki verður hægt að reka velferðarþjónustuna með sama hætti næstu áratíu og telja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að bregðast við strax. Góð staða ríkissjóðs að skila sér til Reykjavíkurborgar sem nýtir sér þann ramma í botn sem lög álagningu útsvars leyfa. Reksturinn að lagast, endur tekið samstæðu að aukast 13% á 2 árum. Þrátt fyrir þennan rekstrarbata sjást engin merki þess að skuldir og skuldbindingar samstæðu séu að lækka. Þær verða áfram rétt 300 milljarða króna og skuldir A-hluta munu hækka úr 86 milljörðum króna í 91 milljarð milli ára. Þá benda áætlanir einnig til þess að samstæða Reykjavíkurborgar verði yfir löglegu hámarki skuldahlutfalls samkvæmt sveitarstjórnarlögum til að minnstakosti ársins 2020 sem þýðir að Reykjavíkurborg verður áfram í hópi skuldugustu sveitarfélaga landsins þrátt fyrir afar hagstæð ytri skilyrði. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið verið að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins og Halldór Auðar Svansson ætlar að gera grein fyrir, hann ætlar að koma hingað upp og gera grein fyrir bókun sem er eftirlegu kynnt í okkar vinnu hér í kvöld. Vertu velkomin.
kannski segir hvað bókunin snýst eða hvað lið. Já, ég ætla að lesa upp bókun meiri hlutans B7. Muna örugglega vonandi allir hvað það var. Það er allt mjög einfalt. En hún er svo hljóðandi. Ljóst að árinu 2017 fyrirhugað að endurskoða hlutverk hverfisráða meðal annars með tilliti til úttektar innri endurskoðunar þjónustumiðstöðum og hverfisráðum. Þar sem dregið fram að hverfisráðin aðeins að hluta til að sinna því hlutverki sem þeim var upphaflega ætlað og kallaðir eftir róttækum breytingum á stöðu þeirra. Þar kemur þó einnig fram að þau eru talið mikilvægur samráðsvettvangur og ekki lagt til að þau verði ekki starfrækt á meðan unnið að breytingum af þeim. Í starfsáætlun stjórnkerfis- og lýðræðisráðs árið 2017 liggur þannig fyrir að móta í hlutverk og skipan hverfisráðanna í samráði við hverfisráðin sjálf. Í stjórnkerfis- og lýðræðisráði hefur í þessu skyni verið óskað eftir umsögnum frá hverfisráðunum úttekt IE og þeirra beðið. Því ljóst að þrátt fyrir að endurskoða verið ýmislegt þegar kemur að hverfisráðum, þá gegna þau engu að síður mikilvægur hlutverki í núverandi mynd og muni vera innan handar við að móta nýja sýn á hverfisráðum til framtíðar. Þá hefur Halldór Eður Svansson lokið við að gera grein fyrir bókunum niðurlagningu hverfisráðsins sem B7. Þá ekki annað eftir en að lesa fundargerð og ég segi takk fyrir ykkar vinnu, kæru borgarfulltrúar. Það alltaf gaman að hitta ykkur í þessum sal. Þið hafið staðið ykkur vel. Góða nótt. Takk fyrir að kjósa Reykjavík.